Þessi dæmi sem við sjáum hér eru til að æfa okkur í að skoða formerkin og fjölda mínusa og út frá því gera okkur þá grein fyrir því hvort að útkoman sé mínustala eða plústala. Og það sem við höfum lært formerkin er að þessi plús 5 hérna, sem er í rauninni með ósýnilegum plús sem ég var nú að skrifa inn, að ef ég er með plústölu sinnum mínustölu og fjöldi mínusa í þessari margföldunni er bara 1, sem sagt oddatala, þá fæ ég út mínus 30. Í næsta dæmi er ég með mínus hér og mínus hér. Ég er sem sagt með 2 mínusa. Mínus sinnum mínus myndi gefa okkur plústölu og í þessu tilfelli er þessu tala 12. Og þetta er plús 12. Og áfram, venjulega skrifa aldrei plús á undan tölum. Hann er svona ósýnilegur. Og í næsta dæmi þá myndum við halda áfram. Við erum með 1 mínus og þessi tala hérna er plústala. Þetta er sem sagt mínustala sinnum plústala. Það er 1 mínus í dæminu og þá myndum við fá útkomuna í mínus. Svona. Og svo höldum við áfram. Hérna er ég með plústölu og hérna er ég með mínustölu. Þannig ég veit að útkoma verður þá í mínus og 16 deilt með 4, 4. Í næsta dæmi er ég með 2 mínusa. Og mínus deilt með mínus myndi gefa okkur plústölu. Þannig að hér myndum við fá 7 sem er í rauninni plús 7. Í síðasta dæminu sem ég tek fyrir, þá erum við eingöngu með plústöluna 32 og plústöluna 14. Þannig að plús sinnum plús gefur okkur alltaf niðurstöðu í plús. Og í þessu tilfelli væri sú niðurstaða 448 eða 448. Og þetta segir okkur sem sagt að ef fjöldi mínusa er 1 í dæmi, þá myndum við fá út mínustölu, en ef fjöldi mínusana er 2 í dæmi, þá myndum við fá út plústölu.